Íslands. Ég heiti Hrafnhildur og þetta er... Ég heiti Jóhanna. Og við vinnum hér sem safnkennarar. Á tímum eins og þessum þá þurfum við að nota tæknina til að koma og heilsa ykkur og við ætlum í dag að bjóða ykkur að koma með okkur í gegnum grunnsýningu Þjóðminjasafnsins og fara í ratleik. Fyrir valinu í dag var ratleikurinn á Þeysi reið Þjóðminjasafnið og þið finnið eintak af honum inn á heimasíðunni okkar. Þemað í þessu er svolítið svona hestar. Í gamla daga, þegar ekki til voru neinu bílar, þá var aðal fararskjóta landsins hestar og hann var í gamla daga svo mikilvægur að hann var stundum kallaður Þarfasti þjónninn. Já. Og hér á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins þá leynast ýmsir hlutir sem tengjast hestum. Og við ætlum að fara í gegnum þennan ratleik saman og reyna að finna eitthvað svoleiðis. Ef þið með einhverjum svona svör sem þið getið hjálpað okkur við, þá er Aðalsteinn hérna á myndavélinni og hann segir okkur svörin ef þið viljið senda inn einhverja athugasemdir. En eigum við þau ekki bara að tölta upp aðra hæði, Jóhanna? Jú, komið með. Við erum búin að tölta upp á aðra hæð. Sérðu útlínurnar í gólfinu? Útlínur í gólfi, já. Hérna og þær mætast þarna. Og þær mætast þarna hérna líka. Já. Þetta eru útlínur af knerri sem voru skip landnámsmanna og hjálpa þær okkur að skilja í raun stærðina á skipunum sem sigldu hingað til Íslands. Landnámsmenn voru fyrsta fólkið sem komið til Íslands fyrir meira en 1000 árum síðan. Og þau þurftu náttúrulega að koma með allt sitt með sér, er það ekki? Hvað tóku þau með sér? Húsdýr. Já. Verkfæri. Já. Húsin sín. Já. Allavega húsaviðina, náttúrulega. Já. Og það er svona sem finnst í þessum skápum hér. En fyrsta spurningin er í raun, í útlínum skipsins eru glerskápar og í einum þeirra eru hlutir sem tengjast hestum. Eigum við að reyna að finna það? Hér eru skápar. Þetta er ekkert hestatengt. Nei. Hér eru aumlar. Nei, ekki hestatengt. Hér eru bara kambar og hálsmenn. Og hér er trommusett. Hérna er járn og áhöld til að smíða úr járni. Svolítið spennandi, en ekki kannski beinlínis hestatengt. Nei. En hei, hér er skápur sem virðist að fullur af svona hestahlutum. Alltaf lítur út fyrir eins og hlutir í dag. Hvað segir þú? Já, ég þekki ístöð hérna úr. Já, það er mitt næsta spurning. Hún segir, eða spyr, hvað sérðu mörg ístöð í skápnum? Mörg ístöð? Hversu mörg ístöð? Hversu mörg? Ég held að þetta sé allt ístöð sem að hanga hérna á lóðréttaveggnum. Þau eru 4. En er mér að yfirsjást eitthvað kannski? Hvað er þetta hér? Þetta hérna? Já. Nú er ég bara ekki alveg klár. Þetta gæti verið einhver brotinn hlutur, enda er hann jarðfundinn og gamall. En við skulum sjá hvað skýringatextinn segir. Þetta er merkt númer 5. Það stendur hér sporar. Járngattar aftur úr skóhæl reiðsmanns notaðir til að herða á hestunum. Þeir eru lausfundir en munu vera frá miðöldum. Þetta er svona þegar við vorum með þetta aftan á skónum eða þar og við þurftum að hvetja hestin áfram. Þetta er svo kúrekarnir. Já, þeir veiða hestin í rauninni til þess að hann bregði og stökkva á stað. Já. Já, þetta er svoleiðis. Já. Já, hugsa sér. En meira við að þetta eru svona 1000 ára gamlir hlutir, það hafa ekkert rosa mikið breyst, finnst þér? Nei, ég hugsa að hestafólk í dag myndi þekkja þessa hluti. Já, örugglega betur en ég. Einmitt. Og svo þið sem eru heima, þá er svona kassi hérna þar sem þið getið teiknað í stað.
Það er spurning bara að fara á neti og googla og finna einhverja skemmtilega mynd eða geyma það þangað til þið getur komið og heimsótt okkur á safnið og vitið þið beint hvað er að finna í stöðin. En við skulum halda áfram. Hér stendur hægra megin í salnum er svartur pallur. Örugglega stendur í þessa. Hægra megin, hérna. Þar eru geymdar grafir landnámsfólks. Skoðaðu þessar grafir. Ef að kíkja á þær? Já. Vissir þú að landnámsfólk var grafið stundum með hlutunum sínum því þau héldu að þurftu að nota hlutuna í framhaldslífinu? Já, ég vissi það. Hér er nefnilega gröf sem er ansi hreint stór. Já. Stærri heldur en nokkur manneskja. Já. En er ekki talað að víkingarnir hafi verið svo stórir? Er þetta kannski bara lærleikirnir hérna á manneskinni og hauskupan þarna? Einhver risi? Það er góð spurning. En hvað er verkefnið okkar hér í ratleiknum? Já, það er hérna að finna landnámsmann sem var grafinn með hestinum sínum. Þeir voru oft grafnir með eigendum sínum svo að þeir gætu riðið til Valhallar. Já. Og það er spurt, getur þú fundið hestabein? Já. Þá er þetta hesturinn. Ertu viss? Er þetta ekki risaeðla? Ég fæ reyndar oft þessa spurningu, Hrafnhildur. Já. Hvort þetta séu risaeðlubein. Þannig að ég er búin að kynna mér málið mjög vel og ég er alveg viss að þetta eru ekki risaeðlubein. Já. Nei, risaeðlur eru eflaust miklu stærri. Já, og líka finnast þau ekki á Íslandi. Nei. En já, það er svolítið flott að hafa svona hestabein með sér, eða hest. En við höfum að finna 3 aðra hluti sem maðurinn fékk með sér í gröfina. Já, það er einhverjir hlutir hérna. Já. Þetta líkist nú greinilega sverði. Er það ekki úr tré? Þetta? Já. Það er eins og það sé úr tré. Ég hugsa að sé af því að sverðið var í slíðri. Já. Úr tré. Okay. En getum við kannski fengið að sjá vopnin? Þegar við að reyna að vekja hann upp frá dauðum? Já. Kanntu einhverja svona galdraþulu til þess að vekja upp frá dauðum? Hvað segir Nei, ekki ég sjálf, en það er völva hérna sem er hliðin á okkur. Hún kannski getur vakið hann upp fyrir okkur. Nei, heyrðu, hann er bara kominn. Það hefur heppnast. Það er bara að hugsa svona sterkt til hans. Já. En þarna er hann kominn og með sverð. En er það við? Megum við sjá það? Einmitt, þetta er stál. Já, málmur. Ég vona að sé ekki í vondu skapi. Nei, en þá erum við að finna einn hlut sem hann var með sér í gröfina. Já. Við erum að finna 2 aðra. Hvað er þetta þetta er náttúrulega skjöldur. Geturðu fundið eitthvað hérna, Hrafnhildur, sem gæti verið vísbending skjöld? Já, það sem við dettur í hug er þessi málmklumpur hér í miðjunni. Hann er svona hringlaga svolítið eins og skjöldur. Já, það er líka svona stykki í miðjunni á skjöldunum hjá upprisna víkingnum okkar. Já. Skjaldarbóla. Var það ekki því skjöldunum var oft lagður svona ofan á höfuðið þegar þið voru lagður til hvílu? Þetta er allavega vísbending það. Það er búið að herma eftir gröfinni, hvernig hún var þegar fornleifafræðingurinn rannsakaði hana. Já. Svo er eitt hérna, þetta er bara eins og axarblað í dag. Já, þetta hefur haldið sér mjög vel. Þetta er bara alveg eins og axarblöð eru í laginu. Svona litlar kastaxir til að berjast með. Þetta eru allt vopn, held ég. Já. Hann hlýtur að hafa verið ótrúlega flottur og merkilegur landnámsmaður. Þessi sem að færa að hvíla hér hjá okkur á safninu.
Já, hann var allavega mjög vel útbúinn fyrir næsta líf. Já. En hvað segir þið? Var halda þeysireiðinni áfram, krakkar? Heyrðu, þá er spurning númer 3. Farðu nú lengra inn í salinn þangað til þú finnur þessa hurð, en hún er geymd inn í stórum svörtum skáp. Og svo er mynd hérna af hurðinni sem við eigum að leita. Kannast þú við þessa hurð, Jóhanna? Já. Já. Hún er svo fræg. Eigum við að rölta að henni? Já. Hefur þú tekið eftir þetta sem draugum? Ég ætlaði að fara að segja það, Hrafnhildur. Það er fleira fólk á ferli hérna heldur en bara við. Já. Og það sé lokað. Já. Ég vona bara að þau haldið 2 metra bíli eins og Víðir segir. Já. Veit ekki alveg hvort þau sjá okkur. Nei, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé hurðin sem við erum að leita. Getur það ekki verið? Jú, þetta er hún. Já. Valþjófsstafahurðin. 1 orð. Og við eigum að skoða mjög vel efri hring hurðarinnar. Hvort við sjáum einhvern á hestbaki. Já. Nú er ég frekar ný á nálinni hérna á safninu, en þú hefur verið hérna aðeins lengur en ég. Getur þú sagt mér aðeins frá hurðinni, Jóhanna? Já. Á ég að segja þið söguna? Já. Á ég að segja ykkur söguna? Krakkar, þetta er skemmtileg saga, þetta er riddarasaga. Og þetta er riddari á hesti. Og sagan byrjar einmitt í neðri helmingi hringsins. Og það er allt á fleygiferð. Riddarinn kemur hérna, hesturinn er á stökki. Riddarinn er með sverð í hendinni og er búinn að reka dreka á hól. Hann drepur drekann. Sjáu bara með að segja hvernig tungan lafir úr munnvikum drekans að því að hann er bara í dauða teyjónum. Hann er að gefa upp öndina og þá slaknar á takinu sem drekinn er með á ljóninu hérna. Á þetta að vera ljón? Já, þetta á að vera ljón. Þetta er nefnilega fræg saga riddarann og ljónið. Ég veit þetta líkist ekkert endilega ljónin eitt mjög mikið en Hrafnhildur. Það eru 800 ár síðan þessi hurð var skorin út hérna á Íslandi. Já, það er, maður verður eiginlega að segja vá. Já, og útskurðarmeistarinn, ég sá hún hafi bara aldrei séð ljón. Nei, það er náttúrulega, þeir finnast ekki hér á landi. Það er líka hægt að taka eftir því, krakkar, og þið kannski sjáu það, að hesturinn er bara alveg eins og hestara, því það voru hestar á Íslandi. Já. En ljónið er svona, já, það er eiginlega meira líkt hesti heldur en ljóni. En hún hefur örugglega séð myndir af ljónum. Já. En allavega, svo ég haldi áfram í söguna, krakkar. Riddarinn frelsar ljónið. Og svo heldur sagan áfram hérna í efri helmingnum. Og þá eru riddarinn og ljónið bara ríðandi héruð og þeim bara líður vel og allt gengur vel og þeir eru vinir og ljónið bara víkur ekki frá riddaranum. Og sagan endar hérna alveg í bláhorninu og þá er riddarinn dáinn. Og hann er kominn ofan í gröfina, það er kross á leiðinu og ljónið liggur á grafsteininum. Já. Og það sést í öll rifbeinin af því að það er hætt að borða. Það ætlar að svelta sig til bana. Þetta er svolítið svona svo teiknumyndasaga, ef maður skildi vera að lesa Andri Sönd eða eitthvað. Já, einmitt, svona reytir og svo heldur sagan áfram. Já. Og sérstaklega ef við ímyndum okkur hvernig hún leit út myndin þegar hún var ný, af því að þá var hún öll máluð. Allir fletirnir voru í sitthvorum litnum, drekarnir voru rauðir og gulir. Vá.
hesturinn var hvítur. Nei. Jú. Og ég svolítið forvitin að vita hvernig ljónið var á litin. Ég man það ekki alveg. En veistu hvað? Við erum með litabók á heimasíðu Þjóðminjasafnsins og þar er mynd af þessari hurð og það er svona fleiri myndir þannig að krakkar geta litað og haft hann eins og þau vilja. Og svo væri ótrúlega gaman þegar að safnið opnar aftur að þau kannski koma og sýna okkur hvernig þau hafi litað myndina. Það væri ótrúlega gaman. Mér hlakkar strax til. En litabókin er á heimasíðunni. Já. En næsta spurning er að við hefum núna að skoða neðri hringinn á hurðinni. Já. Og við þurfum að telja hvað eru margir drekar í þessu mynstri. Hvað eru margir drekar? Hvernig? Þetta er svolítið ruglingsleg mynd og líka við sjáum ekki litina. Þannig að þetta rennur svolítið saman. Ég verð að viðurkenna að ég á alltaf erfitt með að finna. Ég hef bara séð 2. Á ég að benda þér á þá? Já. Það er eitt hérna til hægri sem er svona bara venjulegur og snýru. Og akkurat hérna á móti er hann á hvolfi. En ég hef ekki fundið neina aðra en svona miðað við ef þetta eigi að vera fætur hérna í miðjunni þá tel ég mjög líklegt að það eigi að vera fleiri en bara 2. Já. Er ekki bara gott ráð að telja hausana? Já. Eigum við bara að gefa okkur að drekarnir séu bara með 1 haus hver? Já. Þessi í efri hringnum er bara með 1 haus? Já. Ok, það er haus hér. Förum bara hringinn. Þarna er skoltur. Já. Já, hann bara snýr svolítið skringilega og hann er líka bíti í hala á kannski á einhverjum öðrum dreka. Já. Og þarna er þessi sem er á hvolfi sem þú varst búin að sjá. Já. Og byrju, já, núna skyggja svolítið dyrarhringurinn á myndina. En jú, það er annar skoltur hérna. Og erum við þá ekki komna hringinn? Jú. Hvað taldi ég marga? 4. Já. Það er einn valmöguleikin hérna á rafleiknum er 4. Það er 2, 4, 6 eða 8. Ok. En við ætlum að telja saman 4. 4. Já. En næsta stöð sem við erum að fara á er aðeins nokkuð skref fram hjá hurðinni og það er svona hljóðstöð. Hér á safninu leynast nokkrar hljóðstöðvar sem hægt er að hlusta á en við getum alltaf ekki alveg kannski hlustað núna með alla heima en þær eru á heimasíðunni þannig að þið getið klikkað og hlustað á þar en við ætlum samt að leyfa ykkur að hlusta á þessa hljóðstöð. Við þurfum að nýta tæknina þannig að við erum með hana hérna í símanum. Við förum bara á heimasíðuna. Já. Eins og við vorum að segja ykkur að gera. Og hér er ég búin að finna hana og þetta er, já, hérna erum við til. Ég heiti Helga og er dóttir Jóns Brettur á Hólum. Við erum ekki lengur heima á Hólum en pabbi minn og Brandur, stóri bróðir minn, eru samt þar oftast að prenta bækur. Ég á heima stóran bæ í sveitinni, en á Hólum eru miklu fleiri hús og fólk. Við mamma fórum á hestbaki fjalli til að heimsækja pabba og Brand á Hólum. Það var gott veður og gaman og þegar við komum gaf stóri bróðir minn með lítinn hest sem hann skar út úr tré. Ég fekk að leika mér við hinn börnin í barnabaðstofunni. Það hús var sérstaklega byggt handa börnunum á Hólum og börnunum sem heimsækja þau. Ríðum og ríðum, takt í skóginn, löng er leiðin, löt eru trippin. Týnt hef ég hnífið, tróðið af mér skó, hallar á hestinum, ríða verð ég þó. Getum við sungið með Hrafnhildur? Það er spurning. Ríðum og ríðum, hart í skóginn, löng er leiðin, löt eru trippin. Týnt hef ég hnífi, tróðið af mér skó, hallar á hestinum, ríða verð ég þó. Flott. Við erum í kór Þjóðminjasafnsins. Nei, tjók. En hérna er svona hestur, eins og var í frásögninni. Já. Hún fékk hest að gjöf frá bróður sínum, hann tálkaði handan í hest. Það er einmitt svona nokkrar spurningar úr textanum, þannig að ég mæli bara með því að þið farið og hlustið og þá getið þið svarað þeim sjálf.
ekki? Já. Og svo kvæðið hérna, þannig að það mjög gaman að finna það. Ég verð bara að viðurkenna að ég þekki ekki þetta hestalag. Ég hef aldrei heyrt það áður. Nei. Þetta eitthvað svona gömul ríma. Já. Það var meira svona eins og hann væri að kveða rímu. En ég hef heyrt lagið náttúrulega oft sungið ríðum og hvað fleiri hestalög þarna ríðum heim til hóla auðvitað. Já, einmitt. Þekki ég. Já. En það eru til hestalög fullt af þeim. Já. Þið kannski munið eftir einhverjum. Og það er spurning að þið getið sungið og sendt okkur myndskeið. Já. En ef við halda áfram. Já. Þá hérna að brokka upp á 3. hæð. Nú, ef við fara alla leið upp á 3. hæð. Já. Hóttu. Nei, jú. Það tekur endalaust að brokka allan daginn. Rúnir, hvað ætli búi í rúnunum? Ég held að hún hafi verið uppi á landnámstímanum þessi. Ég held það líka. Ætli hún sjái okkur? Það er góð spurning. Það er spurning hvað hún sér í rúnunum sínum. Tómleiki. Sóttkví. Ætlum sjáu hvenær við getum opnað safnið aftur. Fengið gestina til okkar. Já, Víðir og Þórólfur og Alma ráða því náttúrulega. Hlíðni. Víðir. Hlíða, Víði. Já. Ég fæ gæsa húð. Það er svona hárinn rísa. Hún sá þetta fyrir. Já. Hlíða Víði. Við hlýðum Víði, auðvitað. Auðvitað. Það ekki. En já, við erum að halda áfram upp á 3. hæð. Já. Endilega fylgja okkur, krakkar. Nei, hann er svona aftur. Sjáu það, krakkar. Hann er lífvörðurinn okkar. Já. Hann hlýðir Víði. Hann bendur okkar á að spritta. Ertu búin að spritta í dag hjá hana? Já, en bara þegar ég kom. Já. Þá erum við komin upp á 3. hæð og höldum áfram og þar eigum við að finna skáp sem að geymir marga útskorna kistla. Þeir eru hér. Þeir eru sem fallegir. Við erum svo fullt af kistlum. Já. Af hverju ætli Þjóðminjasafnið eigi svona marga kistla? Í gamla daga þá setti fólkið allt dótið sitt í einn svona kistil. Og þá spyr maður hérna, ef þú ættir að flytja og mættir bara fylla einn svona kistil af hlutum, hvaða hluti myndir þú velja þér? En sérðu einhvern kistil með hestum? Já, bara hérna, þar sem ég stend. Nei. Kistill með hesti. Maðurinn á hestinum er hauslaus. Það er ekki. Hæ? En ég meina þetta er náttúrulega gamalt. Já. Og hefur kannski farið víðan völl. Já. Þannig að kannski hefur hausinn brotnað af. Já, hausinn hefur brotnað af. Auðvitað á að vera haus á honum. Já. En hvert er hann að fara á hestunum? Hinum megin á fletinum eru þau sem eru að taka mót honum. Já. Ég held hann sé að fara að biðja sér konu. Nó.
Já, ég held að þetta sé pabbinar sem er fremstur og kannski er þetta bróðir hennar þarna hjá pappa sínum og svo er hún aftast í rauðu pilsi og með mikinn fald höfuðbúnað hinn væntanlega brúður þá ef hún gefst honum. Já. En hann er að stökkva af stað eins og við að gera. Já. Og leiðbeiningin að segja að við að stökkva af stað og skeiða fram hjá húsinu sem staðsett í miðjum salnum. Eigum að fara alla leið þangað? Við eigum að fara alla leið þangað. En kannski sjáum við einhver hestatengda hluti á leiðinni. Já, við kíkjum eftir hestum á leiðinni. Og ef þið munið eftir einhverju þegar þið hafið komið og heimsótt okkur áður krakkar, endilega skellið því í athugasemdir og Aðalsteinn les það upp fyrir okkur. Þetta er hornið. Stóra Birkjarhornið. Það er hestur. Já, ég sé Það hann. er hestur þarna í miðjunni. Ég sé hann. Sem er ótrúlega mikið skreyttur. Já, vákan er flottur. Hann er með svo falleg reiðtíi. Já. Flottur hestur þarna. Býttu nú við. Hestar. Vá. Sjáðu stólinn. Já. Það er alveg 4 hestar hérna á húnunum eða svona sem skraut. Já. Og svo er einn hérna í miðjum Já, vinnum. já, þetta er hestur. Ég hef bara aldrei Glæsilegur tekið gripur. eftir þessu nema þegar maður fer að skoða svona nála. Gaman að hafa eitthvað svona, einhvern fókus eins og að finna hesta. Já. Þá bara sprett upp hestar. Einmitt. Alveg hægri vinstri. En býtu, hver er sprottið upp þarna? Það er góð spurning. Býtu nú við. Enn einn svipur fortíðarinnar sýnist mér. Já, já. En ef við halda áfram að leita að húsi? Við ætlum að finna hús. Við ætlum að finna hús. Bátur. Já. Hei, 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 fleiri svipir fortíðar. Fyrir framan húsið. Já. Vá. Þær eru að vinna. Nóg að gera. Ha? Nóg að gera á bænum. Já, það þurfti náttúrulega alltaf að sinna öllum verkum. Já. Það var bara gert heima. Já. Er eitthvað sem tengist hestum hérna við húsið? Sko, leiðbeiningarnar segja við vegginn á vinstri hönd eru hlutir sem tengjast hestum og eru það til dæmis hnappar. Við hliðina á öðrum hnappnum er skrítinn hlutur sem konur notuðu til þess að geta ferðast á hestum. Vinstri hönd, það er þessi. Þá förum við þangað. Það eru fleiri. Það eru fleiri að vinna verkin á bænum. Ertu búin að finna vegginn á vinstri hönd, Jóhanna? Já, en svo truflaði draugurinn mig. Ég fór bara að horfa á hana. Hún er að strokka smjör, býst ég við. Já. En hér er svona mynd af þessum hlut, skrítna hlut sem að konur notuðu til þess að geta ferðast á hestum. Og krakkar, þið að geta séð það ef þið eru með ykkar ratleik hérna. Jóhanna, hvað? Hó. Þarna ertu. Hó. Hér er fullt af hestatóti. Já. Þetta er nú bara venjulegur hnakkur. Þetta er svona frekar ódýr hnakkur úr ull. En hér er þessi gripur sem að teikningin er af. Já. Veistu hvað hann heitir? Já, ég veit hvað hann heitir. Hann heitir söðull. Og hvernig sátu konur eiginlega í þessum söðli?
Já, sko, hérna fótstigið og það ekkert fótstig hinum megin, þetta bara svona bak til að stríða við bakið. Þannig að það þurft að sitja svona á ská og með báða fætur hérna í fótstiginu, en hesturinn snýr náttúrulega svona, þannig að það þurft einhvern veginn að sitja svona snúnar og stýra hestinum, haldum beislið og bara halda jafnvægi líka. Hesturinn kannski og þessi reiðum þýfi og þúfur og stokka og steina, þannig að konur hafa þurft að hafa mjög gott vald á hestunum til þess að geta riðið í söðli, sko, miklu erfiðar heldur en að ríða í hnakki. Þá ertu bara að klára það. En af hverju ætli þær hafi notað svona frekar en bara venjulegan hnakk? Sko, það freistandi að hugsa pilsið, sko, af því að það voru alltaf í svona pils eins og ég, en ég meina, ég á hjól. Já. Ég meina, ég get alveg hjólað í pilsi. Já. Það ekkert mál. Og þú veist, það alveg hægt að prófa heilmikið, þetta svo stór pils, gæti alveg setið í hnakki. Þannig að, ég veit það ekki. Það var bara enn eitt svona sem var svona ójafnvægi á milli kynjanna í gamla daga. Svo næsta spurning. Rétt hjá í Glerskáp skrítinn svartur búningur. Hvernig föt eru það? Já, ég veit hvaða föt það eru. Er það ekki svona föt eins og ég í? Jú. Þú ert í alveg eins. Þetta eru reiðföt. Konurnar voru í þessu utanum við fötin sín til að verða ekki skítu og kal. Og þessi skrítna hattur, hann var notaður til að í raun hylja faldinn. Faldurinn var svona hvítur sem að kom upp úr svona höfuðfattan hjá þeim og þetta var notað þar. Og ég verð að segja að hann ekkert eitthvað gífurlega þægilegur. En mér finnst þessi búningar svolítið eins flottir eru að labba hérna fram hjá safninu stundum, þá eru þau pínu creepy. Svona óhugnalegir. Ekki hræða krakkana, Hrafnhildur. Nei, hann Heiðar öryggisverðir þegar hann er að fara svona næturtjekkin. Það talar hann að stundum hrekkur hann í kút þegar hann sér búningana hérna. Já. Og ég bara þetta alveg vel trúa að það sé rétt. Og svo er svona kassi hérna, þannig að þið getið teiknað ykkar eigin búning. En ef við halda áfram? Já. Ok. Næsta stöð sem við eigum að finna er færibandið og við eigum að skoða það vel. Já. Og það er akkurat hérna á vinstri hönd. Í gamla daga voru ekki til eins mörg leikföng og í dag og þess vegna léku börnin sér oft með útskorin dýr. Já. Hvað fleira heldur þú að börnin í gamla daga hafi leikið sér? Eigum að skipta liði og sjá hvort við finnum eitthvað svoleiðis? Bara einhver leikföng? Já, kannski finnum við útskorin leikföng. Já, sérstaklega útskorin leikföng. Já, okay. En það þarf náttúrulega að vera hestatengt. Ó, já. Því við erum að fara á þessi reið Þjóðminjasafnið. Allt í lagi. Hérna er nú faratæki, en ekki hestur. Nei. Það náttúrulega tóku við ný faratæki á síðustu öld. Já, bílar og umferðarljós og flugvélar. Já, í svoleiðis leikföng. Ég held að börn eigi alltaf leikföng sem eru svolítið svona spegill á samfélagi sem þau búa í. Já, það er bara mjög góð. Þannig að áður en að bílar koma til söguna þá kannski einmitt áttu krakkar útskorna hesta. Já. Hérna eru hjólaskautar og ísskautar. Ég er með traktor úr plasti. Já. En hestar, vissið þú að hestar voru notaðir sem traktorar í gamla daga? Notaðir sem traktorar. Traktorar, já. Þeir þurftu að vinna vinnuna sem að traktorar vinna í dag. Akkurat. En hei, hér finn ég útskorin leikföng. Já. Hérna á fleka númer 1 sem að er í raun fyrsti áratugun á seinustu öld. Já. Og er þetta ekki folald?
Jú, ó þeir eru svo sæt. Kannski er þetta mamman úr folaldið. Já. Kristan úr folaldið. En, veistu það, Hvað? ég held að við séum bara búnar að fara á allar stöðvarnar. Já, við erum líka komnar á enda sýningarinnar. Ef við samt að aðtók hvort við hefum mist af einhverjum hesta hlutum hérna hans innar. Já, bökkum aðeins. Gamlar myndir Gamlar myndir og svoleiðis. og, já, báturinn aftur. Já. Nei, Nei, segjum þetta bara gott þá. ég held það. Jæja, krakkar. Okkur langar bara að þakka ykkur fyrir að hafa komið og verið með okkur í dag. Það er rosa gaman að fara svona á ratleik og þegar að safnið opnar aftur, þegar að Víðir og Alma og þau segja við megum það, þá hlökkum við svo til að taka á móti ykkur og leyfa ykkur að fylgjast með hvað við erum að gera hér. En annars bara góða helgi og takk fyrir okkur. Bless!